Úrvalið af Bertoni í djós. Þátturinn í boði djós. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Já, velkomin. Hamrarnir eru komnir til mín í setti. Björk og Rakel, velkomnar. Takk fyrir. Þið eru báðar að spila með Hömrunum og það og komið líka að því þegar liðið er stofnað, 2014, kvennaliðið. Kvennaliðið, já, var stofnað 2014. Við hefum svona ekki akkurat núna verið að spila neitt voðalega mikið, sko. En við erum alltaf svona inn í þessu. Núna náttúrulega hefur þetta breyst svolítið síðan 2014. Nú heitir þetta Þór K. Hamrarnir í öðrum flokk, þannig að það er rosalega mikið af ungu leikmönnum og það er kannski ástæðan fyrir því að þið eru ekki að spila eins mikið. Já, svo erum við líka bara eitthvað eignast börn og eitthvað svona, veist. Orðnar svolítið gamla líka. Já, það spila svolítið inn í, sko. Þannig að við höfum ekki alveg jafn mikið tími í þetta og við gerðum kannski. Og við viljum. En það hefur líka breyst mikið. Við náttúrulega byrjum 2014 og þá vorum við að hittast 1 til 2 í viku. Bara svona reyna að safna liðið saman, einhverju stelpum sem væri kannski hættar. Af því að nú Þór K. orðið Íslandsmeistari og bara svona metnaður mikill þar. Það var örugglega fullt af stelpum sem hefðu gaman að því að spila fótbolta þó þau hefðu ekki tök á að mæta eða 5-6 sinnum í viku og svoleiðis. En væri samt alveg að hreyfa sig þannig að þær væri alveg í standi og getur leikið sér í fótbolta líka. En núna hefur þetta svolítið breyst, þá það er ekki þetta ströggl við það að reyna að ná í lið. Þið eru nú með aðeins breiðari hóp núna. Já, við vorum samt á tímabili, vorum við alveg margar. Þó við hefum verið þarna, þegar við vorum að safna fyrst, þá vorum við alveg slatti. Já, við vorum örugglega með alveg 30 manns á lista hjá okkur. Já, og svo bara komist sumar ekki og svoleiðis, þannig að það var alveg hópur. En það var aðalega kannski í fyrra sumar sem var aðeins meira vesinn. Við varum aðeins minni hóp. En Hamrarnir, það er lið sem var til, eða merkið var til. Þetta var kallalið, stofnað 2005. Hvernig kemur til að þið komið inn í þetta? Við 2013, svona haustið 2013, voru farin að skoða að stofna eitthvað svona aðeins, stofna lið sem við getum spilað í. Við vorum bara að hugsa okkur. Já, sem við getum leikið okkur í, af því við hefum ekki tíma í hitt, sko. Og þá fórum við eitthvað að reyna að finna bara, okkur vantar náttúrulega kennitölu og alls konar svoleiðis og fyrst var það Draupni sem var hugsunin á bakvið en það gekk ekki upp, þannig að Hamrarnir voru þarna. Það var kennitala, en við vorum búin að vera að spila strákarnir, þannig að það var auðvelt. Þurftum ekki að búa til eitthvað nafn, sko. Og þeir voru til í að við mættum bara nota þeirra, þannig að það gekk bara upp. Nú er ekki langt síðan að Káa hótaði að kljúfa sig út úr samstarfinu, Þór Káa í kvennaknattspyrnunni, stofna nýtt lið og manni fannst það svolítið skrítin umræða þar sem að það var annað kvennalið í bænum. Þetta var náttúrulega bara mjög skrítin umræða. Líka af því að það var líka talað það vantar annað kvennalið. Við heyrum það svolítið í umræðinni en við bara, hvað með okkur? Við erum hérna og erum að spila. Það ætlaði að vera með 3 kvennalið, það var svolítið svona galið, en sem betur fer fór það svona. Já, mér finnst þetta okkur leið þannig að við gleymdust bara í þessar umræðu. En svo kom svona eitt og eitt skipti, það er nú annað lið, en það talaði sem enginn við okkur. Sko. Nei, það var líka bara okkar draumur þegar við stofnuðum þetta var að vera í miklu samstarfi við Þór K. Og það gekk alveg brösulega framan að. Þetta var svona meira, við vorum ekki samkeppni, við upplifum það ekki þannig, en okkur fannst það kannski meira hjá þeim að það væri að við værum að fara að taka stelpur af þeim sem ætti að vera að fara að spila og líka bara hjá stelpunum. Það var svona einhverju fordómar, fannst okkur, bara svona fyrst. En svo, bara loksins í fyrra kom þetta bara alvöru samstarf sem við erum búin að vera bara að bíða eftir. Og þá var stofnað kvennaráð utan Hamrana og við komum bara svona meira inn í þetta og bara, þetta er bara svona
Já, við erum svona ennþá að reyna að byggja þetta upp. Mér finnst þetta ekki kannski, okkur finnst þetta kannski ekki alveg komið, sko. Nei. Það er alveg nokkur atriði sem þarf að fínpússa svo þetta sé almennilegt samstarf og allir fái sem best út úr því. En það kannski bara tekur tíma, ég veit það ekki. Þetta er alltaf að lagast. Já, þetta skánar með hverju sem er sagt það lítur að gera það. Já, þetta er ekki lið sem er sett eitthvað til höfuðs eða sett til þess að búa til rí í bænum. Þetta er sett til þess að búa til samstarf og búa til verkefni fyrir allan fjöldan, allan að leikmönnum sem er í bænum, í kvennaknattspyrnu. Já, bara eins og við hugsum þetta þegar þú ert að spila. Það er kannski ekki alla stelpurnar sem komast í hóp hjá Þór Káa en eru samt með metnað til að ná lengra og sérstaklega þessar ungu stelpur. Það er frábært fyrir þær að fá að spila á svona meistaraflokksleveli og ná sér í reynslu og það er allt annað að spila í meistaraflokki heldur en með öðrum flokki. Já, þú hlýtur að fá meira út úr því að spila með meistaraflokki, spila við á móti stelpum sem eru sterkar, líkamlega sterkari þú og það er ýta á móti og það er stíga á tærnar á þér eða hvað sem það er, skilur. Hlýtur að fá meira út því heldur en að spila við stelpur sem eru jafnaldrar þínir. Maður sér fyrst þarna líka bara þægilegra stökk frá því að vera í keppi í öðrum flokki og alltaf svo að fara í efstu deild í meistaraflokk, að geta þá fengið meistaraflokks reynslu í neðri deild. Já, algjörlega. Bara svona smá hliðarskref þangað til þú ert klár. Það var allan hugsun okkar og svo væri hægt að hafa líka stelpur þarna til þess að hafa meiri hóp kannski, að hafa líka stelpur þarna sem eru kannski ekki að hugsa að fara í Þór Káa, heldur bara vilja vera í þessu liði, vilja spila þessu leveli, hafa pínu gaman en líka metnað. Þannig er í boði fyrir stelpur að mæta eða konur sem eru hérna í bænum svona langar að vera í fótbolta eða er þetta komið ádaldi herraplan í dag? Já, við erum komið með þetta aðeins herraplan núna. Núna, þetta var alltaf í boði, en núna held ég að við séum svona að komið meiri metnaður í þetta og já, ég held að. Já, ég held að, þó við séum ekkert með lokar æfingar eða neitt þannig með allir koma, en þetta þarf samt verið að hugsa sem þú ert að mæta á alvöru fótboltaæfingu. Þetta er ekki lengur svona einu sinni, tvisvar í viku eitthvað að hittast. Nei, en já, þetta er ekki bumbubolti. Þú getur gert það bara á Þeilumörk eða einhvers staðar annars staðar, skilur við. Þar getur þjappa einhvern saman hóp og spilað og spila svo á pólumóti eða eitthvað. Einmitt. En ykkar hlutverki í liðinu þá núna er svolítið svona að kenna þeim þessa reynslu og hvað tuskaði til, stígans og tærnar á þeim. Já, við erum svolítið þar kannski. Já, við erum svona, við höfum ekkert kannski mikið verið að mæta á æfingar og eitthvað svona núna. Já, kannski aðeins núna í haust, en við erum svona meira bara svona utanmald, myndi ég segja. Og En erum samt ekkert hættar. Nei, við komum sterkar inn næsta sumar, virkilega sterkar. Fyrst að liðið féll, þá klárlega verðum við þarna. Já, við þurfum að koma upp aftur, eða ekki? Já, jú. Við ætlum að reyna að koma upp aftur og svo ætlum við að hætta. Við erum búin að leggja skóna hillunum nokkuð oft, en svo einhvern veginn, já. Já, maður er einhvern veginn tilbúin, ekki tilbúin. Nei, já, ekki. Þannig vil ég kannski geta komist alveg strax upp, það má taka 2 ár eða eitthvað, þannig hafið smá tíma. Jú, við viljum komast strax upp. Nei, við verðum eiginlega að komast strax upp. Já, við erum orðnar það gamlar að við þurfum að komast upp bara núna og hætta svo heldur. Já, en okkur finnst líka bara að Hamrarnir, þær eiga að vera í fyrstu deild. Það var alveg vitað að sumari núna yrði erfitt og bara fullt af reynslu fyrir stelpurnar. Og sem stóðu sér bara mjög vel. En það er bara að vita að það yrði erfitt af því að í fyrra sumar þá vorum við líka í fyrstu deild en þá var fyrstu deildin ennþá að mótast. Þannig að þar voru lélegri lið sem við vorum alveg yfir þeim, sko. Já, ég meina við heldum okkar sæti í deildinni og við vorum að auglýsa á Facebook í fyrra eftir leikmönnum. Þannig að það er bara fáránlegt að við haldi okkur uppi, sko. En deildin er að mótast og liðið eins og segir það er líka að mótast. Þannig að það er kannski engin heimsendir að falla, það er bara eitthvað til þess að byggja ofan á, koma liðinu upp og vera ennþá sterkari fyrir næsta tímabil í fyrstu deild hjá Hamrunum. Já, við verðum geggjaðar næsta.
Og ég held að hópurinn sem var í sumar, hann heldst örugglega svona sirkamót eins sko. Þannig það hjálpar liðinu náttúrulega klárlega að vera með sama hópinn svona nokkurn veginn. Það náttúrulega myndast þessi bara heild sko. Já. Sem verður bara mjög gott. Ég enga trúa þér en að við bara fljúum upp í fyrstu deild sko. Algjörlega saman. Gangi vel og takk hérlega fyrir að koma og gefa okkur hans innsýn í liðið sem Hamrarnir eru og minna á þetta lið hérna í bænum. Já, nákvæmlega. Það þarf aðeins að minna fólk á, held ég. Já. Takk fyrir, takk bá okkur. Takk. Kíkjum yfir í auglýsingar. Bosvíl skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn í boði í Jóð. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri.